Já, komið bless og sæl og velkomin í frétta umræðu þáttinn okkar 21 á fimmtudagskvöldi. Það þetta framundan kennitöluflakk. Kennitöluflakk, Halldór Grönwald, aðstoðarframkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, ætlar að koma til mín og ræða þetta mesta böl vinnumarkaðarins á Íslandi í dag. Við höfum sett heimsmet í stofnun fyrirtækja sem hafa minni ábyrgð, altså EHF-in, og það eru 36.000 svoleiðis félög út í atvinnulífinu sem telur 200.000 hræður og mörg þessara félaga fara í þrot og skilja eftir sér slóða og þetta kannski peningur upp á, Linda, haldið þér fast, 40 milljarða á ári sem tapast. Í ógreiddar kröfur. Þetta nánast rekstur eins þjóðarspítala. Já, akkurat það. Já, við ætlum að tala líka loftslagsmálin en okkur bárustu tíðindi þar að segja. Það var vitnað í tölur frá Hagstofunni. Hagstofan tekur saman árlega hvað við erum að losa og hvar við erum stödd og það náttúrulega þetta sem veldur hlýnun jarðar. Við vitum það nú þegar. En það ætla að koma tíminn Unnur Brá Konráðsdóttir, hún starfsmaður ríkisstjórnarinnar og hún á að samhæfa aðgerðaráætlun í loftslagsmálum á milli 7 ráðuneyta, hvorki meira né minna. Þetta snertir alla kima landsins og svo það Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG sem situr í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sem kemur með henni. Og í þessu efni þá kemur höfðatalan okkar í koll. Já, það sko Já, miðað við höfðatölu, þá erum við að losa meira heldur en önnur lönd innan ESB eða EFTA. En þetta aðalega vegna flugsamgangna sem hafa aukist gríðarlega og flugið á 33% af losuninni. Akkurat. Svo ætla ég að tala með Sverri Norland sem að gefa út Knippibóka. Hann 5 bóka höfundur í þessari jólavertíð og þetta ásannlega að tala við hann frjóa og skapandi listamann það að skrifa í núinu það að maður hvergi lengur heima. Hvað þýðir þetta? Já, það kemur bara í ljós. Já, 5 bóka höfundurinn hér á eftir. Nú Airwaves það hófst í gærkvöldi og Snædís fór á stjá og það var svona tileinkað eiginlega fyrsta kvöldið íslensku stjörnunum og við ætlum að heyra í þeim á eftir og segja hvernig stemningin var. Förum aðeins, Linda, yfir fréttirnar. Þetta svona vaxta svona dagurinn eftir gærdaginn. Já, þetta vaxtahækkunin upp á 0,25% upp í 4,5%. Þetta fyrsta vaxtahækkunin í 3 ár og þetta kemur náttúrulega á þeim tíma þegar að verðbólguvæntingarnar sem sé, verðbólgan að hækka og það búist við að hún hækki meira. Síðan það náttúrulega kjarasamningarnir og það eru þeir sem eru í því Samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin sem mjög ósáttir við þetta. Og þingmenn og stjórnin. Já, en ekki, hann segir Ásgeir Jónsson sem hagfræðingur í Háskóla Íslands, hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt fyrir Seðlabankann til þess að sýna tennurnar og missi ekki trúverðugleikann. Þannig að það hann sem í Viðskiptablaðinu hérna til dæmis, Júlíus Þór Halldórsson, tók saman hér viðbrögð á einfaldan og góðan máta í Viðskiptablaðinu. Svo komna nýjar götur. Þú rakst á það í dag. Já, heyrðu, það náttúrulega miðborgin og hún náttúrulega búin að taka rosalegum breytingum með þessum nýju byggingum og það eru tvær hugötur, já. Kolagata og Reykjastræti. Kolagata og Reykjastræti. Þetta eru falleg nöfn. Já, þetta 2 nýjar göngugötur á Hafnartorgi, milli Tryggvagötu og Geirsgötu. Við ætlum að ef við ekki bara að fá göngutúr Kolagötu í kvöld. Já, gæti verið. Það ekki rosalega rómantískt. Rómantíska göngu. Já, eitthvað. Förum ekki lengur út í það. En Ragnar Vilmund Jónasson að gefa út 10. glæpasögur sína og hann fer með Himinskautum í Frakklandi, búinn að selja 300.000 bækur í Frakklandi eins og Mogginn segir frá í dag og þetta bara 3 bækur sem hafa komið út eftir hann. Já. 300.000 eintök og það gaman frá því að segja að útflutningur á íslensku bókum, það sem af þessari öld, að aukast svo munar. Þannig að íslenskir rithöfundar eru farin að flytja út og útflutningstekjurnar að skila sér til landsins. Menningin í landinu, hún nefnilega alvöru atvinnugrein þó að sumir stundum tala hana niður. En hvert kolefnissporið? Byrjaði ekki að þessu. Gott og vel. Til hamingju með það, Ragnar, og við, hvað segjum við? Sláum í klárinn. Og förum þá yfir á fréttaborðið okkar þar sem Linda Blöndal að setjast með núverandi og fyrrverandi þingmanni. Sá fyrrverandi að leiða okkur í alla samningu það hvernig við að þrífa upp skítinn eftir okkur.
Já, komið þið sæl. Við byrjum á þessu í dag. Við ætlum að tala loftslagsmálin. Tölur Hagstofunnar losun gróðurhúsalofttegunda sem nú, eins og flestir vita, CO2, voru dregnar fram í gær í fréttum RÚV og svo í fleiri miðlum í dag. Þar var sagt að við losuðum mest allra landa innan ESB og EFTA. Í fréttablaðinu í dag svo haft eftir framkvæmdastjóra Orkusetursins að það sé skekkja í þessu. Við séum ekki svona slæm. Unnur Brá Konráðsdóttir, sem aðstofamaður ríkisstjórnarinnar, var í haust falið það hlutverk að tryggja samhæfingu loftslagsmála fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og það komin fram aðgerðaráætlun í loftslagsmálum, kom fram núna nýlega í haust og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG sem situr í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, hér líka, velkomnar. Takk. Nú þarna kom frétta sem við kannski svona hlutfallslega séð vorum ekki sigurvegararnir eins og stundum, en þetta voru tölur Hagstofunnar sem að sýnd okkur að við værum að losa hlutfallslega miklu meira. Hvernig þarf að setja þetta kannski í samhengi við okkar sérstöðu og stærð? Já, þannig erum við þetta með allt inni, við erum með flugið og við erum með flutninga á sjó og við erum að rekna það niður á höfðatölu og við notum oft höfðatölu til að stæra okkur af því að vera best í einhverju, en í þessu tilviki þá það ekkert skemmtilegt, þessi samanburður ekki skemmtilegur. Og en við getum notað þetta til að sjá þróunina milli ára því þetta kemur á hverju ári hjá þessar tölur tekna saman. Já. Og með það að þá erum við að losa í rauninni meira, þá erum við í verri stöðu í ár heldur en undanfarin ár. Já. Og við þurfum auðvitað að bara vera dugleg við að fræða bæði fólk og fyrirtæki það hvaða aðgerðir það eru sem hægt að grípa til. Vegna þess að þetta eru auðvitað verkefni sem allir þurfa að vera með í. Það eins og við höfum verið einhvern veginn að draga lappirnar frekar en aðrar þjóðir, en í ljósi þess að bruni jarðefnaeldsneytis það sem aðalega veldur losun, útstreymingi koltvísýrings, en þá raforkan framleidd á bruna og það meira að minna þannig í álfunni en ekki hér. Þannig að kemur það ekkert inn í þessar tölur. Já, það sem að gerast, við erum auðvitað á undanförnum árum að það aukin flugumferð við Ísland og það auðvitað að hafa áhrif á þessar tölur og þeir eru auðvitað ekki á endurnýjanlegum orkugjöfum. Þannig að það hefur auðvitað mikil áhrif á þessa útreikninga. Ég skil þig. Og en þær skuldbindingar sem að íslenska ríkisstjórnin stendur fram fyrir og á að vinna með þar nálgast verkefnið með því að setja fram þessa aðgerðaráætlun sem var gert í haust. Og munurinn á ástandinu núna varðandi þessa aðgerðaráætlun og áður að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur sett umtalsverða fjármuni í verkefnið til þess að fylgja þessari aðgerðaráætlun eftir. Og það sýnir að þetta eitt af stærstu málunum sem ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir vinna að og við erum á réttri leið og við erum með plan. Fjármagnað plan. Já, en það þurfa auðvitað, það ekki nóg að ríkisstjórnin sé að gera eitthvað, hún þarf auðvitað að vísa veginn og ryðja burt hindrunum og vinna saman með öllum, bæði atvinnulífinu og einstaklingum og ekki síst stór fyrirtækjum að því að ná þessu markmið. Það þurfa allir að hjálpa stað. Fyrirtækin náttúrulega og almenningur og ríkisstjórnin með sínum þá fjárveitingum og kannski góð fordæmi. En hvar liggja helstu tækifærin, Rósa, fyrir okkur? Eru það vegasamgöngurnar? Í fyrsta lagi þá þessi skýrsla Hagstofunnar, hún í raun og veru bætist bara í þær skýrslu sem við höfum verið að sjá núna undanfarið eins og IPCC, skýrsla Sameinuðu þjóðanna, skýrsla vísindanefndar loftslagsmál sem kom út í vor, skýrsla Umhverfisstofnunar sem svona landsskýrsla til Sameinuðu þjóðanna, svona árleg skýrsla. Þannig það eru endalaust af skýrslum sem eru raun og veru staðfesta að þetta að gerast hraðar og með miklu meiri hætti kannski sem heldur en við hefðum átt von á. Og í raun og veru að það kannski, maður má bara að þú varst að spyrja kannski af hverju við erum svona slæmum málum akkurat núna, akkurat sína þessa tölu það, að mínu viti hefur líka verið ákveðið svona andvaraleysi vegna þess að við erum með þessa hreinu orku, við erum fámenn þjóð í strjálbýlu landi. Viðhorfið og þetta landlega viðhorf að við værum með hreint vatn og hreint loft og svo framvegis. Það er kannski svolítið kultúrelt hjá okkur. Já, og við erum náttúrulega mjög duglega að nota rafmagn og vatnið alveg við sóum það. Algjörlega, en það þarf í raun og veru svo
miklar bæði hugarfarsbreytingar og breytingar eins og ferðavenjum fólks og þar þurfum við í raun og veru að gera svolítið róttækar breytingar og síðan náttúrulega höfum við verið í öllum þessum tölum sem að geta verið ansi flóknar fyrir fólk að setja sig inn í útblásturstölur og hvar eru við og hvað eru ekki að taka inn í og svo framvegis. En sko það er í raun og veru ábyrgðar hluti að taka inn flugsamgönguna eins og Unnur Brá bendir réttilega á og það hefa flugsamgöngum til og frá Íslandi fjölgað alveg ótrúlega síðustu ári. Já, þetta er náttúrulega útskýrir þá niðurstöðu en síðan sko þetta er náttúrulega tvennskonar. Þetta er náttúrulega skuldbindingar ríkisstjórnar og síðan eru það hérna stórfyrirtækin og það er þá flugið og það er stóriðjan og þau eru á svona ákveðnum sko markaði þar sem þau geta keypt og selt losunarheimildir. Og það er nú bara eitthvað svona flókið dæmi, en það sem að ríkisstjórnirnar geta gert, þá er það aðalega samgöngunar. Já. Og sjávarútvegurinn. Í okkar tilfelli þá eru það samgöngunar sem að skipta mestu máli og það sést svolítið á aðgerðaráætlunin okkar. Og ég held líka bara að því við höfum talað svo lengi orkuskipti í samgöngum og við eigum alla þessa hreinu orku, þú veist, af hverju ætti íslenski neytandinn ekki að njóta þess að keyra á bifreið sem að kostar miklu minna að reka. Já. Það er að segja, dagstaglega, það kostar minna að hlaða rafmagnsbíl heldur en að fylla hana. Það er allt gott við þetta og nema kannski að fólk þurfa að vera kannski betur upplýst ég meina hvað endist batterið lengi í bílnum og eitthvað svona sko? Já, svo megum við ekki alveg, mínu viti, þá megum við heldur ekki binda okkur alveg við það að rafbílavæðingin sé lausnin þó hún sé vissulega mjög nauðsynleg með að þá er rafbílavæðingin líka, hún er náttúrulega stéttamál og hér er innflutningur á bílum og bifreiðum og úrelding eldri bíla og svo framvegis. Ég held að það sé algjörlega grundvallaratriði að við förum í rafbílavæðinguna og orkuskiptin þegar kemur að því en síðan eru það almenningssamgöngunar og þar finnst mér við hafa svolítið dregið lappirnar í almenningssamgöngunum og við höfum verið að bjástra við það að hér hafa verið pólitísk átök borgarlínuna þegar í raun og veru þetta snýst að breyta ferðavenjum fólks á stórhöfuðborgarsvæðinu þar sem að 75% af umferð á Íslandi fer fram. Og þetta þarf að koma fram með skýrari hætti að mínum vit og ég held við þurfum að stíga svolítið fastar niður fæti þegar kemur algjörlega. Og þegar kemur að eflingu almenningssamganganna, því við erum nú að fjalla samgönguáætlun inn í þinginu núna til næstu 5 ára og svo fram til ársins 2033, þá á þetta náttúrulega líka að spila saman, samgönguáætlun og svo loftslagsáætlunin og aðgerðaáætlunin þar. Og ég myndi líka sjá fyrir mér eins og með aðgerðaáætlunina í loftslagsmálunum. Ég hef nú bæði sagt það inn á þingi og svo líka opinberlega að þetta er frábært skref en alls ekki endastöð og við megum ekki heldur hugsa það þannig, þetta er bara fyrsta skref af mörgum og við þurfum að stíga hratt og hlaupa hratt. Já, sko það er náttúrulega þitt hlutverk, Unnur Brá, það er náttúrulega að samhæfa öll þessi ráðuneyti sem að þetta snertir og þegar þessi aðgerðaáætlun var kynnt þá var hún kynnt á eitthvað 7 ráðherrum sko, þannig að það segir sína sögu. En hvar það er mæði mest á umhverfisráðuneytinu. En sko varðandi samgönguráðuneytið er ekki þetta kannski helst horft til þess núna? Það er atvinnuvegaráðuneytið sem er með orkumálin sem er svona stóri lykilaðilinn í aðgerðaráætluninni ásamt umhverfisráðuneytinu og svo auðvitað öllum hinum ráðuneytunum og auðvitað samgönguráðuneytinu líka vegna þess að það spilar lykilhlutverk í þessum breytingum. En það er engin kimi hvorki stjórnsýslunnar né bara landsins alls undanskilin frá þessari aðgerðaráætlun þannig að þetta eru ansi margir spottar sem það þarf að toga í. En það er bara spennandi verkefni og ég finn ekki fyrir öðru en að allir séu jákvæðir og hafa áhyggjur á stöðunni og vilja bregðast við og það er gott og menn vilja meiri fræðslu, fólk vill meiri upplýsingar og bara þú veist sem dæmi vegna þess að ég var í útvarpsþætti síðustu helgi og þar voru að tala kröfu neytenda til dæmis bara þegar þú ferð út í búð að versla neytandinn vill fá að sjá hvert kolefnisfótspor vörunar sem hann langar að velja á milli hvert það er, svo hann getur valið á milli meðal annars út frá þeim forsendum og spurningin hvenær verður verslunin í stakk búin til þess að veita þessar upplýsingar.
Ég finn þetta ákall frá neytendum, þeim sem eru bara hreinlega að reyna að taka skynsamlegar ákvarðanir með loftslagið í huga í sínu dagstaglega lífi. Þannig að það er svo mörg svið sem þetta snertir eiginlega öll. Já. Svo ég minna að þú veist að því við erum að tala á hvar ráðuneyti mæðir þetta mest, auðvitað mæðir þetta á einhverju svona samþættingu hjá umhverfisráðuneytinu. En ég minna fjármálaráðuneytið er ekkert undanskilið sko, þó að við sem tala loftslagsmál þar inni, menn þar erum við að tala liðka fyrir grænu skattkerfi, grænum fjárfestingum, ferðamála- og iðnaðarráðuneytið, ég minna auðvitað er það ferðaþjónustan sem hefur verið mikið flogið til Íslands og svo framvegis. Losunin er náttúrulega mikið til komin vegna þessar nýju atvinnugreinar. Að mjög miklu leyti, það er líka bara þannig. Þannig það er alls konar aðgerð á mörgum plönum og ég held líka að minna alveg svo skýrsla samtaka iðnaðarins sem kom út hvenær í gær með svona framtíðarstefnu í sínum málaflokki þar sem að loftslagsmálin koma mjög sterkt þar inn. Ég meina það er mjög jákvætt en það hefur kannski sá iðnaður líka verið að menga mest sko en það er virkilega jákvætt skrif að atvinnulífið sé að koma með í þennan leiðangur og ekki seinna vænna en svolítið ég er að minnsta kosti svolítið þar sko að þetta er svolítið svona svipað eins og með jafnréttismálin að við getum ekki beðið eftir því að þetta verði leiðrétt sko einhverju aðrir gerir það heldur verður hið opinbera ríki og sveitarfélög að ganga fram fyrir skjöldu og leiða vagnin og taka það með og kannski helsta stýringin er skattkerfið. Já, að sjálfsögðu leikur það lykil hlutverk og líka þegar að ráðuneyti er að vinna stefnumótun í rauninni sama hvað málaflokki er að þá verður það þannig að loftslagsmálin verða alltaf inni. Það verður alltaf tekið mið af þeim þegar þú ert að búa til áætlun í þínu málaflokki. Við erum bara komin þangað. Já, við erum komin þangað. En það má líka segja frá því að þegar við vorum að tala atvinnulífið að það er búið að stofna samráðsvettvang ríkisstjórnarinnar og atvinnulífsins framlag Íslands til loftslagsmála á alþjóðlegum vettvangi. Þannig að það er í svona undirbúningi og það verður spennandi að sjá afurðina úr því. Þannig að atvinnulífið hefur mikinn áhuga. Já, það er mikill áhugi þar. En það eru margir sem segja nú til dags sko, við erum ofslega góði að tala, tala þetta og við ætlum að gera þú veist en það nú náttúrulega er bara verkin sem tala. Já, nú er það verkin sem tala. Já, því ég meina ná við þessum Parísar markmiðum. Sko það er ljóst að við náum ekki Kyoto samkomulaginu, öðru sem er forveri Parísar. Já, það er alveg orðið ljóst og það mér finnst að vera ákaflega sorgleg tíðindi að landi eins og Ísland með alla sína hreinu orku og alla möguleika náu því ekki. Parísar samkomulag er ennþá á þeim stað að við þurfum að hafa okkur öll við til þess að ná þeim skuldbindingu sem við hefum undirgengist í Parísar samkomulaginu. Og ég held að við þurfum í raun og veru bara nú þarf svolítið ákall allra til þess að stíga svolítið róttækari skref og segja bara við þurfum að ná þessu samkomulagi og þessum skrefum sem við ætlum að gera. Já. Það er ekkert annað í boði. Nei, talandi um að taka ákveðin skref sko Noregur. Noregur hefur stungið alla af í þessu allavega önnur Norðurlönd og sko þeir hafa innleitt rafbíla, þetta eru 250.000 bílar sem er meira en íslenski bílaflotinn sem eru rafbílar þannig að markaðshlutdeild þannig bílar er 45%. Er ekki norska leiðin þar sem við eigum bara þá aðalega að horfa til? Auðvitað horfum við á hvað þeir eru að gera. Noregur er líkur okkur að mörgu leyti. Það eru þetta dreifðar byggðir í Noregi, erfiðar aðstæður sem staðar veðurfarslega og en svo stórt þéttbýlis horn á Noregi eins og er hér. Bíl, sjávarútvegur og mörgu leyti líkt samfélag og þeir geta þetta og við eigum auðvitað að horfa á hvað þeir eru að gera og læra af þeirra reynslu. Já. Mér skilst að sko ef við myndum fara norsku leiðina þá myndum við ná okkar markmiðum 100.000 losunarlausa bíla árið 2030 og það markmiðum helmingsminkun losunar. Þannig að það tala hvað 2040 að banna bensín og díselbíla. Nýskráningu þeirra. Er það nóg að fara kannski fyrr í tíma? Já, sko, eins og ég segi líka, sko, við þurfum líka kannski aðeins að varast að bara binda vonir við sko rafbílavæðingun og hún redda okkur, sko. Já. Þú veist, við þurfum líka aðeins að passa okkur á því, sko. Svo sem líka vetnið. Já, líka, þú veist, bara almennt séð að við ætlum að horfa á samgöngumálin í heild. Þá þurfum við líka að stíga mjög róttæk skref þegar kemur almenningssamgöngum. Og bara það allt saman. Og svo líka bara aðeins að minna okkur á það sem að kemur fram í skýrslu vísindanefndar loftslagsmál sko, sem gefin var út núna í vor. Ég meina, staðreyndin er að loftslag hefur hlýnað á Íslandi. Frá 1981 hefur
til ásins 2015 hefur loftslag hlýnað 0,47 gráður. Farfuglar eru farnir að koma fyrir til landsins, það alls konar breytingar sem við sjáum í umhverfinu. Af því það svo margir sem, já, þú veist, þetta nokkuð að snerta okkur svo mikið? Við vorum einmitt að ræða þetta rétt áður en við hófum leika hérna að við erum farin að sjá þessi dæmi. Já, til dæmis. Þess vegna fólk að vakna. Já, og til dæmis bara ef þú hittir fólk sem býr í Maine í Bandaríkjunum og þá sér það breytingar á þeim sjávarlífurum sem þeir geta veitt og nota sem hérna í sínum iðnaði, sjávarútvegsiðnaði. Það er öðruvísi fiskur að koma. Já, og það er að breytast hjá þeim. Þeir eru líka mikið í trjárækt og skóg, hérna nytjaskógum. Og það er að breytast á þeim, það er jurtir og þau tré sem að þrífast best í köldu loftslagi að gefa eftir gegn öðrum sem nýjum sem að koma í staðinn. Því fylgir auðvitað nýtt svona dýralíf og þetta er að breytast og þau sjá þetta og finna þetta bara í sínu daglega lífi. Þau segja að þetta er ekki allt slæmt en þetta eru breytingar sem við sjáum. Þetta er rask. Þetta er bara eins og í okkur ég meina makríll er algengari á hlýindatímum, hann hefur verið algengari hér í kringum Ísland. Bleikjan við Höggasækja. Hún til dæmis, það er rakið til hlýnunar. Þú veist, þetta er allt í kringum okkur. Já, en þá má kannski segja, ég meina er ekki alltaf að fá einu tegund í staðinn fyrir aðra og eitthvað svoleiðis. Eða er það kannski bara óvissan? Já, það er auðvitað bara óvissan og líka þegar að, þú veist, nú er ég ekki líffræðingur, en ein tegund hefur áhrif á aðra. Þannig að þetta er keðja í hafinu. Svo mikið vitum við. Og hérna, þú veist, það veit ég og þegar það breytist einhver einn þáttur þá hefur það áhrif á aðrar tegundir. Og það er auðvitað það sem að við vitum ekki alveg hvað hefur í för með sér. Já, hvað það endar. Já. Nei, og svo bara, þú veist, ég held að við hljótum ekki okkur grein fyrir því líka. Það eru veðrabrigði eru með öðrum hætti í heiminu. Við höfum séð skógarelda síðustu 2 sumur, nákvæmlega, í löndunum nálægt okkur, í Svíþjóð. Það var aldrei orðið jafn miklir skógareldar eins og núna síðasta sumar og líka sumarið þar á undan. Við erum að sjá hvirfilbyli, við erum að sjá alls konar veðrabrigði í náttúrunni og út allt. Þannig að það er alveg augljóst dæmi. Já, og sér líka þegar maður hittir fólk sem að býr í þeim svæðum heimsins þar sem að sjávarborðið er lægst, eða þar sem að byggðin stendur alveg mjög lágt og þeir verða væntanlega eins og Maldaví eyjabúar fyrstir fyrir því að verða fyrir miklum búsifjum ef það verða mikla breytingar og þeir eru náttúrulega að kalla á þjóðir heims að bregðast við og við Íslendingar eigum auðvitað að skilja hvernig eyjabúum líður þegar þær búa við mikla óvissu. Þeir verða náttúrulega bara fyrstir en það verða náttúrulega fjölmargar aðrar eyjar sem myndir fara. Holland líka, ég meina þetta er allt nálægt okkur líka. Og þetta, þú veist, þegar við erum að tala um þetta svona á heimsvísu þá með því maður líka bara benda á við erum ekki, þó séum eyja, þá erum við ekki eyland. Og við getum ekki bara, þú veist, verið hérna eitthvað krúttleg norður í Atlantshafi og sagt bara þetta kemur okkur ekki alveg við og en makríllinn aðeins oftar en þú veist, þetta ekki allt í lagi. Þetta er miklu alvarlegra heldur en það. Það er kannski ekki annað hægt en að hugsa þetta hnattrænt. Já, ég held að það verði allir að leggjast á eitt, en því miður þá eru þetta ekki allir með í þessari baráttu og ekki allir sannfærir að þetta sé raunverulegt vandamál eða verkefni og Bandaríkjamenn til dæmis ekki með í Parísarmarkmiðunum. Nei, þið drógu þessu út úr því þegar Trump tók við, en sko losunin er 40% af hálfu Kína og Bandaríkjanna. En Parísarsamkomulag hefði aldrei orðið að veruleika nema með þátttöku Kínverja og þeir í raun og veru sem þjóð sýndu mjög mikla framsýni þegar komaði og Kínverjar hafa verið að gera ótrúlega hluti vegna þess að hver einsta aðgerð í Kína, hún er svo massív og mikil og stór. Bara það að fara í áhrifamikil. Já, hún er svo áhrifamikil. Bara að fara það í rafbílavæðingu í Kína, þetta er bara megastórt og stór framkvæmd. Þannig að það eitt bara líka... Erfitt að vera samhæfingarstjóri ríkisstjórnar. Já, það er frekar erfitt. Já, auðvelt, það er kannski getur líka. Já, maður veit ekki. En það er þessi aðgerðaráætlun og hún er náttúrulega almenn að mörgu leyti, en hún er fjármögnuð og það er náttúrulega að fara í kolefnisbindingu líka og fleiri sem við hefum ekki komið inn á hérna. Ekki nærri því allt, en þú segir við þurfum að gera betur, gengur ekki nógu langt. Ég vil sjá róttækari breytingar, ég bara er svolítið þar en ég er ekki þar með að gera lítið úr því sem við erum að þú veist gera, heldur vil ég bara að við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að fara mjög hratt í næstu skref og það er eiginlega ekki, við getum eiginlega ekki verið að loka augunum fyrir því og ég veit að Unnur Brá er mér sammála líka með því að við, þú veist, þessi aðgerðaáætlun hún er fyrsta skrefið, svo þurfum við bara að fara að drífa okkur í næstu skref og fá
fá alla með í það og svo líka annað, við erum líka, megum kannski ekki heldur gleyma því að við erum náttúrulega eldfjalla þjóð með fullt af jöklum sem bráðna og það alls konar mótvægisaðgerðir sem þurfum líka að fara í samhliða þessum loftslagsbreytingum. Já, þeir eru náttúrulega að hoppa. Og þá já, ég meina, og viðbragðsáætlanir og svo framvegis. Þetta bara mjög mikið verkefni. Já, þetta náttúrulega óteljandi atriði, Unnur Brá, sem þú þurft að samhæfa milli ráðuneyta og drífa þig eins og Rósa segir, en það var fínt að fá okkur hingað, kannski aðeins að hlæja líka. Unnur Brá Konráðsdóttir sem aðstoðarmaður ríkisstjórnarinnar og sér að samhæfa loftslagsáætlunina milli ráðuneyta og Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður VG sem situr í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins. Takk fyrir að setjast þér hjá okkur 21. Takk sem leys. Ég rétt á eftir að tala kennitöluflakk og það Halldór Grönvöld frá ASÍ sem ætlar að koma til Sigmundar Ernis og svo ætlum við að sjá upphaf Airwaves líka, þannig að farið ekki langt. Farðu vel með þig. Pennin húsgögn. Hvert sem ferðin heitið, þá fylgjum við þér alla leið. Fjallakofinn. Fiskivika, fiskivika, bleikja og lax 1990 og allur hvítur fiskur og fiskréttir 1590. Fiskikongur í Sogavegi og fiskikongur í Höfðabakka. Gjafakort í Þjóðleikhúsið frábær jólagjöf. Einræðisherran, samþykki, þitt eigið leikrit og fleiri skemmtilegar sýningar til að velja úr. Settu gleðistund í jólapakkan. Þjóðleikhúsið. Húsumsjón eignaumsjónar ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón með sameigninni. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið. 1-2 og Elda býður upp á fjölbreyttar og bragðgóðar uppskriftir. Veldu réttina í þinn matarpakka á 12.is. Já, við ætlum að ræða kennitöluflakk á Íslandi á næstu mínútum sem eitt helsta meinið úti á vinnumarkaðnum og kostar þjóðfélagið, samfélag okkar óhemju fjármuni á hverju ári. Áætlað að það geti verið í kringum 40 milljarðar eða námundað við rekstrarkostnað Landspítala Háskólasjúkrahúss. Halldór Grönvöld, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, Alþýðusambands Íslands, sestur hérna í hjá mér. Áttum okkur fyrst á því hvað kennitöluflakk? Já, það ekki til neinn svona formleg skilgreining. Engin orðabókarskýring? Nei. En einfalda svona skýringin þessi. Það þegar forsvarsmaður fyrirtækis tekur ákvörðun með skipulögðum hætti það að skilja fyrirtækið eftir með allar skuldirnar og ábyrgðirnar, stofna nýtt fyrirtæki og flytja eignir og viðskiptavild og annað yfir í þetta nýja fyrirtæki, síðan fyrir gamla fyrirtækið bara einfallega á hausinn og allir sitja eftir með sártæðinni sem að það áttu kröfu. Þetta gerist með tvennum hætti kannski, annars vegar sá sem smám saman lendir í þessu, eins og það heitir, og svo aðrir sem bara einlega stofna fyrirtæki til þess að gera þetta. Já, kannski bara aðeins fyrst þetta sem mikilvægt. Hér erum við að tala það sem kölluð félög með takmarkaða ábyrgð. Það að segja hlutafélög en þó einkum og sérlega einkahlutafélög. Og þá felur það einfallega í sér að viðkomandi einstaklingur hann stofnar svona félag, hann getur gert á netinu núna.
Hann segist ætla að leggja með þessu eitthvað fjármagn, einhverja 100.000 kalla. Hann þar með orðin sko helsti innheimtumaður ríkissjóðs, innheimti skatta og opinber gjöld til lífeyrissjóðsiðgjöld, gjöld til stéttarfélaga og svo framvegis. Og það má eiginlega segja að þetta gerir svona með tvennum hætti. Annars vegar aðilar sem að þegar fer að halla undan fæti í rekstrinum. Fara að skoða með hvaða hætti þeir geta farið sem léttast út úr þessu. Og þá fer í stað einhver svona atburðarás. Og þetta við sjáum gjarnan svona hvernig þetta þróast. Það eru vanskil á ársreikningum, það mjög gjarnan svona fyrsta kennileitið. Það vanskil á staðgreiðslu skatta, það vanskil á virðisaukaskatti. Það ekki skilað lífeyrissjóðsiðgjöldum og iðgjöldum hérna til stéttarfélaga. Síðan sjáum við gjarnan að fyrirtækið, það að segja félagi, það skiptir nafn. Þannig að mjög oft í upphafi sko nafn fyrirtækisins og vörumerki sem að það með, það eru nátengt, kannski sama heiti. Þannig að allt í einu fyrirtæki sem að framleiða einhverja góða matvöru og kennir sig við hana, það heitir allt í einu K2015. Síðan stofnað annað fyrirtæki sem heitir Góð matvara í annað sinn, EHF. Og það fyrirtæki tekur þá yfir viðskiptavildin og það allt saman, en hitt fyrirtæki það fer síðan í trót með alla skuldirnar og eftir sitjum við með sárt enni. En ég tek eftir að þú segir sko fyrirtæki með takmarka ábyrgð. Við eigum við heimsmet í stofnun fyrirtæki með takmarka ábyrgð. Er þetta ekki yfir 30.000 fyrirtæki í 300.000 manna þjóð? Kannski aðeins bara fyrst þetta. Takmarka ábyrgð þýðir það að eigandinn tekur persónulega enga ábyrgð á skuldbindingu fyrirtækisins. Þess vegna til að mynda þegar ríkisskattstjóri fer að leggja á einhverja skatta og gjöld á grundvelli einhvers konar áætlunar, þá viðkomandi einstaklingum eiginlega bara alveg sama, vegna þess að þeir ekki neinni persónulegri ábyrgð. Það fer þá bara með fyrirtækinu og hausinn þegar það kemur. Við eigum, það ég best veit, algjört heimsmet í þessu. Núna eru skráð einkahlutafélög á íslensku vinnumarkaði yfir 36.000 talsins. Á 200.000 manna vinnumarkaði? Já. Þetta með ólíkindum? Algjörlega. Og það að vísu þannig að þessi fyrirtæki eða félög ekki öll virk. Sum liggja í skúffum hjá einhverjum aðilum og eru síðan dregin upp, það að segja hreina kennitölur þegar áþarf að halda, en verulega hluti af þessum fyrirtækjunum virk og auðvitað þetta ekki allt saman svik og brettir, en það þó gjarnan þarna innan. Vegna þess að það svo auðvelt að stofna þessi fyrirtæki, það svo litla skyldur sem að þarna lúta baki, en alveg ótrúlega réttindi og möguleika sem að þeim fylgja fyrir þá sem að vilja svindla. Og hitt dæmið ég má nefna, við vorum að tala fyrirtæki það sem fyrir að hallunda fæti og menn fara síðan að grípa til þessara ráða. Það líka þekkt að fyrirtæki séu hreint og mynd stofnuð til þess að stunda svona svindl og kennitöluflakk. Og þá eru fyrirtækin stofnuð, þau fara að gefa út vaskreikninga. Þau eru síðan seldið til annara fyrirtæki sem að mögulega í eigu sömu aðila. Þau fyrirtæki nota síðan þessa vaskreikninga á móti sinni eigin vaskskyldu og þannig raun og veru tvöföld svona svikamilla í gangi. Annars sá sem að gefur út reikningin og var algjörlega tilhæfulaus og hins sá sem að kaupi reikningin og notar hann til þess að losa við sína skatta og skyldur. Og bara við skoðum þetta mjög náið í Alþýðusambandinu 2013. Þá sáum við til dæmis dæmi það að einn og sami einstaklingur hafði verið í forsvari fyrir 29 fyrirtæki sem hefur verið gjaldþrota. Takk fyrir. 29 stykki. Og slóðinn eftir því? Og slóðinn eftir því og náttúrulega það sem að tjón sem að viðkomandi hafa valdið samfélaginu og öðrum náttúrulega hljóp ekki á milljónum, ekki á 20 milljóna, ekki á 100 milljóna, heldur á milljörðum króna. Það líka rétt að geta þess að verulegur fjöldi í kringum 380 þegar við skoðum að einstaklingar höfðu komið nálægt 3 gjaldþrotum eða fleiri á 5 árum. En stóra spurningin af hverju ekki tekið á þessu? Stundum sagt í manns eyru að það með ekki
drepa niður frumkvæði og sköpunarkraftin í atvinnulífinu með kennisetningum og svona kerfislægum hindrandi aðgerðum. Er þetta tónninn? Er þetta ástæða þess að menn geta leikið svona lausum hala, líkum við mér að segja, úti á vinnumarkaðnum? Já, það má segja að frá 1986 hafi ekki verið gerð nein tilraun alvarleg til þess að koma böndum á þetta. Það hafa einstakir þingmenn lagt fram einstakar þingmannafrumvörp en þau hafa dagað uppi og áttu sér svo sem aldrei neitt líf. En skaðinn er svo ofboðslegur. Já, á baki býr einhvers konar ótrúlega barnaleg hugmynd það að það verði að leyfa öllum einstaklingum sem að það detti í hug að stofna fyrirtæki án þess að taka nokkra persónulega ábyrgð og leyfa þeim að fara á hausinn einu og eftir öðru án þess að það sé nokkuð gert í málunum. Og jafnvel 29 sinnum. Jafnvel 29 sinnum. Og nú það auðvitað ekki þannig að við erum ekki að segja að allir þeir sem að lendi í gjaldþroti eða verði með gjaldþrota fyrirtæki séu í kennitöluflakki langur vegu frá. En því miður allt og stór hópur og það er það sem að skipta máli og hérna er líka áhugavert að sjá sko viðskipta siðferði almennt sem gildir hér. Við skoðum það líka á sínum tíma og ég held að það hef ekkert breyst í sjálfum sér að kröfur í þrotabrú þær greiddust undir 3%. Það er að segja að það var þá bara einfallega eignabruni upp á 97% af þessum kröfum. Og hér er mikilvægt að hafa í huga að það er náttúrulega okkar samfélagslegu sjóði sem að tapa. Þetta er mjög gjarnan vörslu sem sagt rimlagjöldin eins og það er kallað. Þetta eru lífeyrissjóðsiðgjöld og svo framvegis. Sem að við getum notað til þess að efla okkar velferðarkerfi eða heilbrigðiskerfi eða til þess að fjármagna til dæmis skattatillögu núna verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er að þeirri fjárhæð. Annars staðar er þetta heiðarleg fyrirtæki. Vegna þess að þau náttúrulega eru í einhverju samkeppnisstöðu sem er algjörlega óásættanleg. Þau eru að keppa við fyrirtæki sem er að svindla og pretta, sem eru að koma sér undan að greiða opinber gjöld og svo framvegis. Þetta eru byrgjarnir sem að gjarnan lenda í því að fá ekki borgað sína reikninga þannig að oft á tíðum verður svona ákveðin sko dóminó áhrif. Það er að segja eitt fyrirtæki fyrir á hausinn og síðan fara þá byrgjarnir á hausinn jafnvel líka vegna þess að þeir fengu aldrei greitt fyrir sína vörur og þjónustu. Og síðan er það starfsmennir í síðasta lagi vegna þess að þeir sitja mjög gjarnan eftir með sárt enni. Ég heyrði nú bara daginn viðkvæði frá einum sko veitingamanni sem var að fara með sitt fyrirtæki á hausinn og hann sagði við starfsmennina farið bara í stéttarfélagið, ábyrgðasjóður launa borga fyrir ykkur. Takk fyrir. Og það er nú ekki þannig að ábyrgðasjóður launa borgi allar þessar kröfur en það til viðbótar að þá er það bara sameiginlegu sjóðir okkar sem eru þá að greiða laun og önnur réttindi sem starfsmennir annars áttu náttúrulega hjá fyrirtækjum. En nú gerum við kláran og skýran greinamun á þeim sem eru í þessu árum saman síbrotamenn, einbeittir brotavilji og þeir sem sko verða fyrir skakkaföllum og fara á hausinn, heiðvirkt fólk upp til hópa, en þeir sem stunda þetta, sko, ef ég er út í umferðinni, gripinn ölvaður undir stýri, á móti rauðu ljósi, þá safnast fyrir punktar og að lokum missi ég prófið. Af hverju missa menn ekki prófið líka í atvinnulífinu? Það er fyrst og fremst vegna þess að eins og okkar lagarammi núna, þá þarf að dæma menn brotlega. Langfæst af þessum málum og reynda bara örfá, þau nánast teljandi á fingurum annarhandar, lenda nokkuð tíman í dómskerfinu og menn eru síðan dæmdir. Það heyrir til algjör undantekninga og það náttúrulega byggir á því að mjög gjarnan eru þessi þau eru eignalaus. Skiptastjórarnir þeir þá einfaldlega bara vinna upp í skiptatrygginguna sem er einhver 350.000 kall. Og síðan er í raun og veru enginn sem fylgir málinu eftir þannig að viðkomandi bara hann heldur áfram og byrjar og þar til utan náttúrulega geta svona máltekið sko misseri og ár en á maðan halda þessir áfram bara þessar nákvæmlega sömu svikastarfsemi. En er þá stemningið þessi bara að þetta sé eðlilegu fórnarkostnaður í íslensku atvinnulífi? Já, það er eiginlega ekki hægt að skýra þetta öðru sinn. Það lítur að vera vegna þess að þá Alþingi og stjórnvöld átta sig alls ekkert á umfanginu eða þessum alvarlegu afleiðingum sem þetta getur haft fyrir atvinnulífið í heild sinni. Og hér er mikilvægt að hafa í huga að þetta þekkist hvergi í okkar nágrannalöndum. Öll okkar nágrannalönd, þau hafa
tekið til einhverja ráða til þess að bregðast við svona háttsemi. Og þið viljið fylgja Dönum að fordæmi? Já, við í samstarfi við Samtök atvinnulífsins lögðum mitt síðasta ár fram tillögur í 8 liðum það hvernig mætti stöðva kennitöluflakka í íslensku atvinnulífi og þar lögðum við til grundvallar dönsku löggjöfin en svolítið með okkar útfærslu. Megin inntæki þar þetta að þeir sem að stunda svona háttsemi og það hægt að sjá það, ég taldi þarna áfram hvernig hægt að sjá þetta þegar menn fara ekki að skila ársreikningum, þegar menn fara ekki að skila vörslugöttum og svo framvegis, þá það hættumerki sem hægt að miða við. En það sem við leggjum líka til að ekki bara að þetta fari þá í gegnum dómskerfið, malli þar í misseri og ár og síðan kom einhver niðurstaða löngu síðar og við komum aðilega stund að sína sveikastarfsemi á meðan, heldur leggjum við til að þá ríkiskattstjóri, hann geti einfaldlega bannað einstaklingum að vera í forsvari fyrir fyrirtæki með takmarka ábyrgð þegar ákveðin svona ljós eru farin að blikka. En fara með þá ekki bara niður á næsta bar og sækja sér kennitölu hjá rónanum? Það myndi þá vera ein leiðin, það sé að finna sér útfararstjóra eins og það heitir. En það sem að við gerum þarna að við gerum ráð fyrir því að þetta nái til bæði þeirra sem í forsvari en líka það sem við kallum skuggastjórnendur. Það að segja þeirra sem raunverulegir á bakvið fyrirtækin. Og okkar reynsla svo við náttúrulega byggjum mjög mikið á lærdóm Dananna að það eiginlega alltaf hægt að sjá hver í raun og veru á bakvið fyrirtækin. Þótt að það sé einhver svona aðili sem að menn hirtu upp á götunni sem létu síðan skrá í hlutafélagaskrá. En niðurstaðan af þessu samtali okkar, Halldór, þessi að þetta gríðarlegt þjóðarböl sem við tökum mjög léttvægt á. Þetta samfélagslegt böl og þetta samfélagslegt tjón og nú einfaldlega telur verkalýðshreyfingin að það sé nóg komið. Það verða að gera eitthvað. Það núna í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar að það eigi að grípa til aðgerða gegn kennitöluflakki og við einfaldlega gerum kröfu það að það verði efnt og ég alveg sannfærður það að félagar mínir í verkalýðshreyfingunni að þeir munu setja þetta á oddi núna í tengslum við gerð næstu kjarasamninga vegna þess að þetta snýst hagsmuni okkar fólks bæði beint vegna þess að það verður fyrir miklu tjóni en líka óbeint vegna þess að þannig svo sannarlega fjármagn að sækja til þess að fjármagna svo margar úrbætur sem við teljum nauðsynlegt að gera á íslensku samfélagi. Það nú ýmislegt að gera við 40 milljarðar hverju ári. Já, bara aðeins að leiðrétta það. Þetta eru 40 milljarðar sem voru 2013. Já. Við höfum eftir að uppfæra það. Uppfæra. Halldór Grönvold, aðstofaframkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, bestu þakkir fyrir komuna og útskýra þennan, ég eigum ekki að segja bara þetta böl fyrir okkur. En við förum þá yfir í aðra sálma eins og það heitir á gamla góða Ílýramálinu. Njóti jólana með fjölskyldu og vinum á veitingastaðnum Haust. Vinsæla ameríska jólahlaðborði snýr aftur. Bókaðu borð á haustrestaurant.is. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Jóðes Watch Company Reykjavík úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kíktu við og kynntu þér úrvalið. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62. Dráttarbeisli, hjólagrindur, skíða og hjólafestingar, Víkurvagnar, Hyrjarhöfða 8. Ert þú í söluhugleiðingum? Vertu í sambandi og ég sel fyrir þig. Sigrún Mattea, sími 695 3502. Green Diamond harðkorna dekkin, umhverfisvæn, endur unnin og valda ekki svifryki. Harðkornadekk.is. Mannlíf fagnar eins árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næst stærsta helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Nýja heimilið þitt hjá Heimavöllum. Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Leikhús tilboð, gisting með morgunverði á Hótel Kea ásamt miða á kabarett aðeins 14.950 krónur á mann. Hafið samband í síma 460 2000.
Já, þið eru að horfa á þáttinn okkar 21 hér á Hringbraut, umræðu og frétt á þáttinn okkar sem alla virkadaga í klukkutíma í senn. En næst það menningin og það 5 bókahöfundurinn. Kíkjum þessi næst á athyglisverðar bækur sem að koma út fyrir þessi jólin og hér eru 5 bækur saman í knippi. Svolítið fallega gert hjá henni Sverri Norland sem situr hérna hjá mér. Þú ert að gefa út bækur sem heita, skal ég segja þér, Hið agalausa Tívolí, skáldsaga í hæfilegri lengd, Manneskjusefni, skáldsaga í hæfilegri lengd, Heimafólk, sögur, Fallegasta kynslóðin alltaf sú sem kemur næst, skáldsaga í hæfilegri lengd og erfðaskrá á útdauðu tungumáli ljóð. Þetta töluvert munnfylli að segja þetta, en sko af hverju ertu að gefa út 5 bækur í staðinn fyrir eina? Já, það góð spurning. Sko, þetta eins og að gefa út eina stóra bók og þær kallast allar á, en sko, mér langaði rauninni bara, þetta viss yfirlýsing í því, þær eru allar að verði einnar bókar, sko, og ég skrifa oft bækur sem henta, sko, stuttu formi, þannig að einhvern veginn fekk ég þessa flug í kollinn bara, af hverju ekki bara gefa þær allar saman út. Svo hef ég líka... Þetta fínasta hugmynd. Já, takk fyrir það. Einhver sagði að þetta væri dálítið manískt. En ég tek nú ekki, ég veit það ekki. En svo þetta sko, ég kalli þetta bókaknip eða bókarsamloku. Og ég hef alltaf verið dálítið mikið fyrir samlokur. Og lífsmóttaði hjá mér var lengi vel njóttu hverjar samloku á meðan þú getur. Þannig að fólk að fá hérna mikið fyrir lítið í rauninni? Já, þetta að verða einna nýra bókar. Þá ég kannski aðeins að benda á að mér finnst bóka verið dálítið svona hátt. Já, þetta svona þín andmæli við háu bókaverði. Já, mér finnst að allir eiga að geta keypt sér bækur á góðu verði. Akkurat. Það svona urrandi nútíð í þessum bókum. Margir kollega okkar að skrifa lönguliðna atburði, en þetta nútíminn. Og tónninn í þessari bók svolítið sko, hvar á ég heima? Já, þetta einmitt, það einmitt eitthvað sem leitar mikið á mig. Ég hef búið í útlöndum í alltaf 10 ár núna. Kona mín frönsk, hann fædd í Bandaríkjunum, dóttir mín að læra 3 tungumál, íslensku, frönsku og ensku. Þannig að þessi spurning sko, sem ég hef mikið hugsað sko, hvaða tilkall eigum við til heima landsins og hvaða rétt höfum við til dæmis að segja við aðra hér og ég heima ekki þú á tímum þar sem allt dálítið í upplöst. Þökk sé internetinu og aukinni sko ensku útbreiðslu, loftslagsbreytingum, þar sem að fólk á vergangi og það mun aukast og aukast. Þannig að margar þessar sagna fjalla sko fólk sem að reyna átta sig á þessu, en fólk sem líka kannski í Frakklandi og svo gerist líka í Bandaríkjunum og að fóta sig á svona menningarlegu floti. Þetta nefnilega mjög sko aðgangshörð spurning hvar á ég heima fyrir sko þína kynslóð og þær kynslóðir sem koma á eftir. Þá eru landamæri mjög loðin. Landamæri eru loðin. Ég öfundast stundum aðeins eldra fólk sem virðist hafa svona miklu svona traustari hugmynd áttaga. Og ég held að við þurfum dálítið á því að halda. Ég hef kannski fundið mína áttaga dálítið bara í listinni og tungumálinu og bókmyndunum. Og svo skrifaður sko fyrir stuttu fyrir 2 árum Kvíðasnillingarnir sem skáldsaga sem kom út. Já, Kvíðasnillingarnir kom út 2014 og fyrir allra augum 2016. Og þar ertu að skrifa svolítið sko þennan berskjaldaða heim sem unga fólki býr í, landamæralaus og samfélagsmiðlarnir gera það verkum að allt sem þú gerir þá og þegar gerist og fyrir allra augum. Það sem dálítið erfitt held ég við það oft líka að þú kannski leikur sko mörgum skjöldum í skilur, þú ert með sjálf á netinu og svo ertu kannski með aðeins annað sjálf. Sko, segjum, þú ert kannski einhver samfélagsmiðlastjarna og svo slekkur á símanum og fer til læknis og fær kvíðalyf. Skilurðu? Þetta óbærslega skrítið og við lifum í þessum heimi þar sem við erum alltaf að draga upp sko einhverja myndir af okkur. Eins og henta hverju sinni. Eins og henta hverju sinni og þetta svona dálítið svona auglýsingarstofu heimur. Þetta hinn myndræni heimur en ef þú ert að skrifa bók þá sko þarftu náttúrulega að horfa á veröldina, stíga aðeins til hliðar, slappa aðeins af og lýsa því sem þú sér. Hvar á Sverri Norland heima? Hann á heima í tungumálinu og þeim sem hann elskar og þykir vænt en sko, það góð spurning. Núna bý ég í New York, hef búið þar í meira 5 ár, þar undan í París, þar undan í London þar sem ég var að læra og svo náttúrulega hér og þetta orðið bara eitthvað svona blanda af mörgum stöðum og það sama með tungumálið. Sko franska, enska, íslenska, þetta verður eins og eitt stórt mál í einum graut. Þetta er aldrei skrítið. En ég á heima í áhyggjum og þráhyggjum af framtíðinni en ég á líka heima í bara von og sko það að skrifa sögur það ekki svartsýni. Það að tala sko
og segja heimurinn er dálítið að heljarþröm, við erum að þurrka út dálítið mikið og við erum öll kvíðin og við þurfum að slappa aðeins af, lesa bækur og hugsa og taka ábyrgð á þessu. Það er ekki svartsýni eða bölsýni, það er bjartsýni. Það væri svartsýni að líta undan og segja verið ekki með þetta raus, þetta verður allt í lagi. Þetta verður ekki allt í lagi nema við gerum eitthvað, fara ég heima. Nánar til því. Sko finnst þér þetta að vera svolítið samtónn þinnar kynslóðar að áttleysið sé ríkjandi, jarðtengingin óljós? Ég held það, en ég held að við séum mjög meðvituð um það. Ég held að við finnum mjög sterkt fyrir því. Á vissu leyti er þetta náttúrulega líka æðislegt að við getum sko flakkað út um allt og svolítið svona skotið rótum hér og þar. En ég held að við þörfnumst alltaf einhvers baklands, skilurðu. Ég finn það bara sjálfur, þegar ég var aðeins yngri, þá hugsaði ég sko, já, ég er íslenskur en ég er líka, þú veist, bandarískur alveg upp í þessu og ég get alveg verið franskur. En svo finn ég það á einhverjum tímapunkti þá, þetta er ekki svona einfalt. Ég er íslenskur, þess vegna skrifa ég alltaf líka á íslensku. Það er móðurmál mitt og ég tala ensku svo sem bara, eiginlega eins og bara íslensku, en þessi hlýja, ég byrjaði að skrifa því ég var 5 ára á íslensku. Þaðan kemur þetta. Og talandi um íslenskuna, ein bókin heitir einmitt Erfðaskrá á útdauðu tungumáli. Hefur áhyggjur af íslenskunni? Þú ert ekki bölsýnismaður? Nei, sko, það er nú eitt við það að skrifa. Það er erfitt að skrifa. Maður er alltaf að hugsa og vakna margar siðferðislegar spurningar og svo eftir að nota mál. Sko, það bílur á manni, íslenskan á undir högg að sækja, bækur undir högg að sækja, plánetan undir högg að sækja, allt undir högg að sækja, en þá verður maður bara stundum að bara, ok, við gerum okkar besta og reyna að sko takast á við það. Og ég hef engar ofboðslegar áhyggjur í íslenskunni, fullt af fólki er alltaf að nota hana, en hún gæti farið bara svona. Skilur, það gæti alveg gæst. Við vonum ekki. Við tölum hér á íslensku allavega. Akkurat, en þá, á ágætu máli, til að mikið með þetta klippi. Já, takk fyrir að fá mig hingað. Takk. Já, þökkum fyrir þetta. En meira af menningu, Airwaves var sett í gær og gærkvöldi var tilengað íslensku stjörnunum, íslensku tónlistamönnunum, Snædís Snorradóttir fóru hittin okkar þeirra. Iceland Airways var haldið í fyrsta skipti þann 16. október árið 1999 í flugskýli 4 á Reykjavíkurflugvelli. Það má því með sanni segja að hátíðin hafi stækkað og dafnað síðan þá, en ég ætla að tala við hann Sindra hérna inn í Iðnó og hann ætlar að segja mér örlítið frá hvað í vændum er. Já, Sindri, nú er Icelandic Airwaves að hefjast núna í kvöld. Segðu mér, er þetta ekki búið að vera brjála ferli að setja þetta saman? Jú, þetta er nýtt heimi að koma inn og svona, það er ýmislegt sem við þurftum að reka okkur á og annað, en þetta er allt saman að koma heim og saman og í kvöld byrjar þetta. Við byrjuðum eiginlega, tókum þjóðstart á Grund í morgun kl. 10, þar sem Sóley spilaði fyrir heimilsfólkið og fengum líka leikskólabörn og tókum svona allan skalan á fólki og hérna líka nokkrir útlendingar sem viltist þarna inn og fannst rosalega gaman á. Og í kvöld þá byrjum við svolítið mikill fókus á íslensk bönd í kvöld, bara 2 erlendi kvöld, en svo yfir næstu dag er þetta 250 hljómsveitir koma fram og 86 þeirra erlendar. Það er ágætis fjöldi af fólki. Hvað eru margir staðir sem eru með viðburðina núna? Við erum með 11 tónleikastaði og svo eru 25 staðir sem eru off-venue eða svona með einhvers konar hliðardagskrá. Við erum með allt frá bara einhverjum einstökum litlum stúdíóupptökum, til dæmis Ásgeir Trausti er að taka á móti artistum og bjóðum takmörkuðum magnaða fólki, 40 manns að fylgjast með þegar þau taka upp saman. Svo erum við með líka bara keksið og fleiri off-venue staðir sem hafa verið síðustu ár, þannig að það er mjög skemmtilegt. Þetta hljómar mjög skemmtilegt. Hvað búist þið við mikið af fólki og eru fleiri erlendir aðilar að koma en íslenskir? Hvernig er með fólksfjöldan? Ég held að sko, fólksfjöldin sé svona cirka 50-50 útlendingar versus íslendingar. Ég er ekki með nákvæma tölu en þetta er eitthvað staðar á bilinu 7.000–9.000 manns sem verða á hátíðinni yfir höfuð. En í samanburði við svona fyrstu Icelandic Airwaves keppnina sem voru haldnar hér á Íslandi, hversu gríðarlega mikil aukning hefur þetta orðið af fólki og artistum? Fyrsta hátíðin sem er 99, haldin í flugskýlinu við Reykjavíkurflugvöll, þar voru bara 10 hljómsveitir og þetta bara 1 staður og núna 250 hljómsveitir, 1000 flytjendur og já, töluvert meira fólki. Þannig að þetta hefur aukist bara mörg 1000% í rauninni? Já, í rauninni, já. Og þetta hefur mjög mikil áhrif á alla borgina því að hérna er komið til lands 1000 manna, aðalega fólk sem hefur mikinn áhuga á tónlist og mikið af fólki úr tónlistabransanum sem getur breytt lífi hvaða íslenska tónlistamann sem er.
Það laukrétt. En hvernig gekk að tengja þetta saman? Þetta nú gríðarlega stórt net sem að þeir eru með, mikið af fólki, mikil samskipti. Hvernig gekk þetta ferli? Þetta bara gekk fínt í rauninni þegar maður horfir tilbaka. Þetta mikið af fólki, við erum með mjög gott starfsfólk og allt teymið bara búið að leggja mjög gott framlag og allir bara mjög glaðir held ég núna. Eitt að lokum hvað algjört must see? Hvað verður maður að sjá helgina? Ég myndi reyna að sjá Ásgeir Trausta í Fríkirkjunni, það þetta takmarkaður fjöldi sem kemst að þar, Ólafur Arnalds í Þjóðleikhúsinu, svo það Blood Orange, Alma, Natalie Prass, Aurora, svona erlendu böndi sem ég myndi að mæla með. Þetta eru stór nöfn. Sindri, gangi ykkur vel helgina og góða skemmt. Takk fyrir. Sagði Sindri fyrr í dag, en hér erum við komin, við ætlum að kíkja á nokkura tónleika, njótið. Iceland Works! What's up? What's up? Það nóg af menningu í nóvembermánuði og svo bara verður þetta meira og meira. Það eru bækurnar, það eru tónlistarhátíðirnar eins og Airwaves og það bara mjög gaman að lífa, verð ég að segja. Gaman að tala við útlendingum daginn sem ég var að fara með borgina og landið. Já. Og hann talaði að orkan í landinu væri dásamleg en það var ekki síður orkan í fólkinu þarna sem væri ótrúleg. Já, akkurat. Gott. Og það ekkert svona jarðefna eldsneyti. Það endurnýjandi orka. Já, segjum þetta gott að þessu sinni. Ég var að segja þetta. Takk fyrir okkur. Verið sæl.